Já, við syngjum Drottni lof og við trúum á Guð og við trúum á sköpunarsöguna. Þar sem í fyrsta kaflanum stendur skýrum stöfum: hann skapaði þau mann og konu, meil og fímil. Og einhver stóð hjá sem ekki var vinur Guðs, sem öfundaði mjög og fá ekki að vera aðalnúmerið í þessu. Hann hefur verið óvinur Guðs og manna í gegnum árþúsundir. Og hann var gáfaðasti og flottasti engillinn hjá Guði áður en hann féll í synd. Svo að gáfaðasti maður hér á jörðu hefur ekki roð við honum. Við erum að tala um himneska gáfur. Við erum að tala um veru, öfluga veru, sem að hefur endalaust hugmyndaflug. Enda hefur hann verið í árþúsundir að búa til ringulreið, eða það sem við köllum Babýlon, búa til eitthvað til að eyðileggja sköpun Guðs. Og honum tekist ótrúlega vel upp. Þannig að núna á okkar tímum sem við teljum vera síðustu tímana, stutt áður en að Jesú kemur til að ná í sitt fólk, og megi það fólk verða sem stæðstur hópur, en það er margt sem bendir til þess að það verði ekki margir miðað við allan hópin. En Guð er líka klókari heldur en óvinurinn. Við vitum ekki hvað hann er með upp í erminni, en svo að segja, við vitum bara að Guð hefur lausnirnar. En á meðan erum við að horfa upp á alls konar hluti gerast, og þar á meðal það sem mér datt í hug, og ætla ekki alveg að setja myndina strax á, og þó. En það eru dómsmál í gangi vegna þess að íþróttafólk sem að skiptur um kyn, maður sem lætur gera á sér aðgerðir, hræðilegar aðgerðir, til að breyta sér í einhvers konar konu að hann heldur. En ég segi, karlmaður getur aldrei breytt sér í konu, og kona getur aldrei breytt sér í mann. Það er læknisfræðilega sannað, en þeir sem eru á þessari línu vilja ekkert heyra af því. Þeir vilja ekkert vita af því, en það eru til margar sorgarsögur af ungum stúlkum sem létu skera burtu brjóstin, fjarlægja móðurlífið og grétu svo tvítugt yfir því að hafa á unglingsárunum, þessum hvatvísa árum, sem að við tökum alls konar vitlausar ákvarðanir, hafa farið út í þessa afdrifaríku aðgerð sem að sviftið á þær möguleikunum til að verða mæður, og þessir menn sem að láta skera burt mikilvæga líkamshluta, reynið ekki að segja mér að þeir hafi breyst í konur. Þeir breytast bara í eitthvað allt annað. En svo eru komin dómsmál því þessir menn sem hafa vöðvabyggingu karlmanns og þó þeir hafa reynt að bæla niður hormónana og gera alls konar fikt við líkamann með læknisfræðilegu hjálp, að þeir verða sterkari, þeir eru með sterkari bein, þeir eru þannig gerði frá náttúrunnar hendi. Svo kæra þeir kæra yfirvöld fyrir að mismuna og taka sig ekki með í lyftingakeppnina, sem er náttúrulega næstum því garantera að þeir vinna konurnar sem eru í lyftingakeppni. Og fleira, við sjáum þetta í fréttum, í íþróttum. Hversu sanngjarnt er það að einhver getur látið skera sig til og breytt því sem hann var við fæðingu eða hún, og segja nú skuli bara samþykkja það sem ég er að gera. Og þetta hérna, þið munið eftir regnbogafánanum, það var náttúrulega alltaf haldið hátíðlegt, regnbogafánin og gleðigangan og allt það, og ég tek það fram
Ég er ekki að dæma fólki sem slíkt, því fólkið er á valdi Babýlonar. Fólkið er á hugrægt á valdi óvinarins sem vil rugla í öllu. Hann vil rugla svo mikið í öllu að þið sjá allar þessa liti hérna, tákna eitthvað. Og getur alveg gert mann ruglaðan bara að hugsa út í það og fylgjast með því. En þarna eru semst litir og það efsta hérna, gender, það þýðir bara annarkot karl eða kona, annarkot bleikt eða blátt. Og svo eru allir hinir. Og sumir vita ekkert hvort þeir vilja vera maður eða kona, þeir eru ykkur starf gender hver. Og gender fluid, við veitum, fluid er vökvi, það rennur svona til og frá og getur bara farið eitthvað og allt. Sjáu þið hvað óvinurinn upphugsaði hræðilega hluti til að eyðileggja það sem Guð skapaði í upphafi. Þetta elsku fólk, þetta veslingsfólk, ég finn svo til með því það búið að ýta Guði út, það má ekki fara eftir því sem að Guð skapaði í upphafi. Og þeir líka eru mikið að tala þróun. Þeir segja að kynvitund barns, hún þróist. Og þá ber ég bara að fara eftir því, og eftir hverju farið? Jú, það er farið eftir því sem félagsleg áhrif kalla fram. Og hver eru félagslegu áhrifin í leikskólum í dag? Hver eru félagslegu áhrifin í Þýskalandi? Og ég segi ykkur eitt, ég ætla ekki að fara lengra út í það, ég ætla bara að segja ykkur eitt. Í Þýskalandi á leikskólum er komið sérstakt herbergi og manni verður hálf illt. Þar mega börnin vera nakin, bæði kynin, þau mega leika sér í læknisleik, þau mega kanna alla möguleika og alla hliðar kynlífs. Þau mega bara ekki pota hlutum inn í líkamahvors annars. Mér var hálfvillt til að setja. Þetta er heiminn í dag, þetta er það sem óvinurinn er að gera. Hann er að svifta burtu og rífa og slíta burtu allt sem heitir sakleysi, allt sem heitir hreinleiki, allt sem Guð lýsti heilagt og helgað í upphafi. Jesú er nefnilega mjög nálægur. Eitt af þessum táknum er það að það líður ekki á löngu þar til Guð stoppar þetta. Hann eyddi Gómóru, hann eyddi Sódóm og Gómóru. Af hverju? Við þurfum ekki að fara nánar út í það. En þetta er allt sýnilegur veruleiki sem lesa má. Og við vitum að það þýðir þó okkur verði hrollkalt og við verðum döpur að horfa upp á það að Guð mun binda endi á það. Hann mun gera það. Þó að biskupar út allt og prelátar innan kirkjunar ensku séu farnir að hoppa á þennan vagn og segja, já, það er bara umbyrgt allt saman og þetta er bara allt í lagi. Og ég hvet ykkur að horfa á mynd sem er í bíó núna sem börn sem bjargað úr kynlífs- og klámbransan sem eru seld í ánauð. Miklu fleiri börn heldur en nokkur tíman allur fjöldi þeirra þræla sem var settur í ánauð á bómullarekrónum í Ameríku í gamla daga. Þessi hópur, þeim er stólið vinstri hægri, þeim er stólið miskunnarlaust og stungið inn í gáma, hópnum af börnum. Þetta er í mynd sem er núna í bíó en það er náttúrulega ekki verið að fara inn í svona grafískar lýsingar á því sem gert er við þau, sem betur fyrir ekki. Við getum alveg notað ímyndunaraflið, en myndin heitir Sound of Freedom eða hljómur frelsisins. Og það er ungur maður í Bandaríkjunum sem að Tim Ballard, hann var að vinna fyrir svokallaða manstu það, Magni, fyrir hvernig hann var Homeland Security. Hann var að vinna fyrir þá, en þá var hann að ná í smyglara og hann var að ná í predatorana. Og þá spurði hann einhver, fyrir nokkrum árum síðan spurði hann Tim, en já, þú ert búin að láta setja út inn þarna fullt af,
köllum sem að kaupa og selja börn og eiturlíf og allt það. En hvað ertu búin að bjarga mörgum börnum? Og hann var sjálfur margra barna faðir. Og þá varð honum og hann ákveða nú ætlaði hann að helga sig því að bjarga börnum. Og hann búin að bjarga mörg 100 börnum. Þessi mynd það og hún snerti mann djúpt. Svo ég hvet ykkur til að fara í bíó, þó þið farið aldrei í bíó, farið núna í bíó og sjáið Sound of Freedom. Vegna þess að það sýnir okkur líka hvað Kristur nálagt. Hann fyrir að koma, hann mun ekki líða þetta endalaust. Og hann mun þerra hvert ár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilegu vegferð. Langar að deila þessu með ykkur vegna þess að mér finnst þetta sýna svo mikið Babylon. Þetta sýnir svo mikið heiminn í eitt af því sem að gerast, sem að rugla og þetta verslingsfólk sem að auðkennir sig, við verðum bara að biðja fyrir því. Þetta ekki vont fólk, þetta bara fólk sem að Satan búin að ná inn í ruglumaskinuna sína. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Við skulum syngja hvert sem kann